Góða kvöld. Ég ætla að segja heyrið ekki örugglega í mér. En þeir sem ekki heyra, þeir munu að sjálfsögðu ekki svara. Þeir heyra ekki. En eins og maður kemur upp og spyr, þarf einhver túlkun? Þú að tala til fólk sem skilur ekki íslensku. Ef þau fyrir túlkun, þá er þetta ekki. En það er yndislegt að fá að vera með og bara gleði. Og eins og segi, mér hefur pínlítið verið strítt á því að ég sé farin að vera kynlífsmaðurinn. Tala um allan heim og tala um það. En það er kannski vaknandi spurning af hverju að tala um kynlíf. Til hvers á að tala um það. Og ég er svolítið þannig að ég myndi spyrja spurninguna hvers vegna ekki. Bara mér finnst það eiginlega í ljósi þess hvernig heimurinn sem við lifum í í dag. Bara ég var með svona safn í huganum af auglýsingum sem að nota kynlíf til að selja manni vöru. Það eru bæði, það eru viðbótarlífeyrissparnað þegar við séð, þá er nota megn. Svo eru þetta bílar, matur, fatnaður, snyrtivörur. Það er alltaf verið að selja okkur eitthvað og það er alltaf með kynlífi. Og ég man eftir, ég og kona mín, við byggum í Brussel í nokkur ár. Og í Brussel er mjög áberandi sérstaklega í miðborginni, það er mikið af íbúum frá Miðausturlöndum, mikið af konum í slæðum og jafnvel búrkum og við vorum eftir að labba eftir svona verslunargötu og fyrir framan okkur var fjölskylda, maður og kona alveg hulin, dætur þeirra allar með slæðu og svo var svona 5 metra hátt auglýsingaskilti með konu í mjög litlum nærfötum. Og ég var svona að hugsa hvernig í ósköpunum allir þetta fólk upplifi þetta skilti. Og þetta, mér fannst þetta svo kynlíf er allstaðar, allt í kringum okkur. Það er bókmenntir, bara ein mesta meiðslubók síðustu ára, fjallaði hvað? Mjög heilbrigt kynlíf. Ég held að ég ekki lesið hana, en 50 gráðum skuggar fjallaði alls konar, sjónvarpsefni. Ég lenti í því bara síðast í gær, og það kemur regla fyrir og ég verð rosalega ég verð svo pirraður yfir því að maður finnur sér einhvern skemmtilegan þátt til að horfa á og ég hef mikið ákvæmt frá sögulegum þáttum og þátturinn hann er vel gerður, hann er flottur, góði leikari í honum og eitthvað og svo svona 25 mínútur innan þættinum að þá fattar maður, já, þetta verður svona einn af þessum þáttum með tíðum, óþarfa, bara algjörlega óþarfa og mjög óþarfa grófum kynlífsinn. Það er fleiri ég lenti í þessu, þetta horfa þátt, svo bara gefur eitthvað svona og maður bara, og ég verð svo pirrað þegar þetta er svo, það gæti verið svo góð þáttur að horfa. En það ekki, ég get ekki horft að það, þetta er of mikið. Umhverfið okkar er þannig, þetta er allstaðar, hvort sem það leita eftir því eða ekki og þá finnst mér svo eðlilegt að við sem erum kristinn tölum þetta eins og alltaf. Af hverju ekki að tala um kynlíf? Af hverju er óvanalegt og jafnvel erfitt að tala um kynlíf? Og við vorum aðeins byrja að tala um þetta fram. Ég held að vandinn, ástæðan fyrir að þetta hefur verið svona, getur sagt vandræðamál, þetta hefur verið svona já, fólk í kirkjum hefur finnist óþægilegt að tala um það, liggur í ákveðinni hugsun sem ég held að sé ekki mjög, ef maður getur sagt, biblíulegt. Það er alltaf mjög hógvært þegar einhvers talar um eitthvað sem biblíulegt og ekki biblíulegt. Þetta er svona tropp, eins og þegar í dag öskrar mannréttindi á þig, það má ekkert segja lengur. Það er svona biblíulegt, þá getur fólk ekki sagt þetta við þig. En málið þetta, kirkjusagan er svolítið löng og kirkjusagan er ákveðin filter á milli okkur og biblíunar, svona menningarlega. Það sem ég hafa við með það er að kristnin, hún breiðist ekki út í tómi. Kemur úr gyðinglegum bakgrunni, svo breiðist hún út inn í, kannski hraðast og það sem er áhrif okkur í það svona rómverskt grískt umhverfi. Og þar voru einstaklingar og samfélög sem tóku trú, sem höfðu svona ákveðna menningarlega hugsun, sem leiðréttist ekki alltaf. Og þannig að sumt sem við höfum meðtekið sem kristna hugsun í dag, sem er kannski bara arfur af einhverju allt öðru, í grískri heimspeki, einhverjum gildum sem kannski kom ekki úr biblíunni. Þannig að, til að gera, þetta er svo langur yngjöng, ég bara fyrirgefi með það, ég ætla ekki að segja brandarana og lengi yngjöngin enn að vera. En einhvern veginn höfum við fengið á hugmynd, eða svo hugmynd er orðið útbreidd í kristninni, að heimurinn har ákveðin svona tvíhyggja í gangi. Það er það sem er efnislegt, áþreifanlegt, líkaminn, matur, umhverfið, allt þetta. Þetta er efnislegt og það er óæðra og svo er eitthvað andlegt
sem svona, það háleitt og fagurt og gott. Til dæmis, það andlegt að fasta, það ekki endilega andlegt að gera vel við sig í mat. Það ekki svona eitthvað útbreytt hugmynd, það vera andlegur. Bara já, ég ætla að leita Guðs í bæn og grilla þetta læri. Það ekki fasta, það draga mjög illa. Fasta. Skírlífi, það mjög andlegt. Það hefur við ekki kirkjusöguna. En að vera svona, hvað getur maður sagt, einhver sem talar opinskapt sjálfan sig sem mynda kynveru, það kannski frekar hóflegt. Þetta svona, þið fattið hvað ég fara. Fólk svona, þið setur þetta í tvo flokka, það sem andlegt og það sem ekki andlegt. Og svo kemur að sköpunarsögunni og ég hafði fyrst áhyggjur að ég hefði ekki nóg efni í kvöld. Ég hef pínu áhyggjur núna sem of mikið, þannig ég kannski les ekki öll versin sem ég tala Ég tel að þessi hugsun sé bara ekki biblíuleg. Ég trúi því að allt sé andlegt og það ekki allt gott, en sama hvað við gerum, það andlegt og það hefur andlegt áhrif. Það andlegt að eiga vinskap við fólk. Bara samfélag við annað fólk, það andlegt. Það andlegt að fara í göngutúr út í náttúrunni. Ég trúi þessi bara andlegt. Þetta allt andlegt. Það ekki þessi skýra lína. Milli þess sem andlegt og ekki andlegt eða jarðnest og ekki jarðnest. Og þegar kemur þessu, sérstaklega, þetta tengist mjög mikið kynlífi. Og mér finnst lykillinn að þetta, og ég og Páll Póstur það saman, við förum ekki í sköpunarsöguna, þegar við útskýra eitthvað, það sköpunarsöguna. Ef við skoðum sköpunarsöguna og við lesum þar langur lýsing hvernig Guð skapar heiminn. Guð skapar hinn efnislega heim. Hann skapar heiminn og jörð, hann skapar þurrlendi, hann skapar vatnið, hann skapar plöntur, fiska, dýr, ávexti, jarðveg sem gefur af sér jurtir og annað. Og það sem merkilegt að lesa það og eftir hvert einasta atriði þá sagt Guð leita sem hann hafði gert og það var gott. Hið efnislega gott. Og ef maður hugsar það, þegar Guð skapaði heiminn, og þetta bara svolítið, þetta eitthvað svona mikil áhrif á mína hugsun síðustu ár. Þegar Guð skapaði heiminn, þá hafði Guð fullkomlega frjálsar hendur, hvernig heim hann myndi skapa. Og ef við bara spyrjum okkur þessar spurningar, þegar stundum, ég kannski tala út frá sjálfum mér, ég myndi segja, í minni hugsun var það þannig, að þessi heimur sem Guð skapaði var ekki það besta sem Guð gat skapað. Mín hugsun var svo, þegar Guð skapaði þennan heim, þá var hann himnaríki í huga. Þessi heimur kemur fyrst og svo kemur himnaríki. En þegar Guð skapaði þennan heim, þá var allt, hann lýsti það gott. Ég trúi því að það var ekki Guð sem var fyrir mig. Ég skapar ljóðum. Þegar Guð skapaði þennan heim, þá skapaði hann ekki eitthvað næst best. Hann skapaði góðan heim. Hann skapaði fullkominn heim. Hann skapaði syndlausan heim. Hann skapaði hreinan heim. Hann skapaði heim sem svolítið frábrugðinn heiminu sem við erum í dag. En heimurinn sem hann skapaði var fullkomlega góður og meira segja, í öllum lýsingum Biblíunnar af himnaríki, þá höfum við líkama, þá borðum við, þá erum við í efnislegum heimi. Guð ekki á móti hinn efnislega. Annars getur maður sér fyrir sig þegar Guð skapaði efnislegan heiminn, þess að Guð að skapa heiminn bara helt fyrir nefið. Bara þetta svona eiginlega ekki alveg nóg hreint, þetta áþreifanlegt, en ég verð að gera þetta til að geta út í himnaríki seinna. Ég held ekki. Guð skapar manninn í sinni mynd, karl og konu skapaði hann þau. Og núna svolítið að velta upp og ég mjög gaman af svona hæðni og íróníu, þannig að þið megið svona fyrir innbyggur þetta með þér. Þegar Guð skapar manninn, þá sagt í öðrum kafla fyrstu Mósebókar, Guð mótaði manninn af leir jarðarinnar. Og ég sé þetta rosalega mikið fyrir mér. Guð svona myndrænt talað eiginlega eins og einhver sem sé á hnjánum, bara puttarnir í moldinni og hann að leira, móta mann. Þetta mjög svona áþreifanleg sköpun. Þegar Guð segir bara, hann sagði bara verði dýr og það komi dýr. Bara höfum fyllist af fiskum og höfum. Þetta eitthvað svona mikil kontrast, þetta mjög ólíkt í hvernig Guð skapaði allt annað. Þetta persónulegt, þetta áþreifanlegt, þetta náið. Guð mótar hann með höndum sínum. Og ef maður veltir þessu fyrir sér, höldu þetta hafi verið þannig, Guð hafi verið að móta manninn og Guð, hann hvíldi sig á 7. degi, þannig að hann var svona búinn með, svona aðeins komið niður fyrir nafla
að þá fór Guð í kaffihlé og meðan kom höggormurinn, mótaði kynfæri á manninn. Svo kom Guð aftur og bara, allt ónýtt. Var það þannig? Eða bjó Guð bara til allt? Var það ekki svolítið þannig? Bara, hver átti hugmyndina að kynlífi? Það var Guð. Guð skapar mannkynið, karla og konur, með öllum líffærum og öllum færum. Og þannig að það eiginlega bara, þetta er mjög augljóst, þetta er mjög augljóst, en það þarf að segja það er ekki að meika því að kynlíf getur ekki verið annað en hugmynd Guðs. Guð leit það sem hann hefði skapað og það var gott. Það er mjög áhugavert að sjá í menningu gyðinga. Ég var að horfa okkur þátt mjög trúaða gyðinga í Bandaríkjunum, þar sem að allir meðlumir með svona krullu og konurnar með slæður og þetta er svona mjög trúað samfélag. Og svo hér upp á vegg svona eitthvað plagg á hebresku eða aramísku með einhverjum svona letri. Og svo var eitthvað sem spurði og hvað er þetta? Því að þetta er hjúskaparsambandur. Og það bara, já, hann upp á vegg og svo var eitthvað að spyrja, hvað stendur þarna? Og þá var sérstaklega tekið fram í hjúskaparsambandunum að hjónin þurfi reglulega, menn getur ekki nákvæmlega fram hversu oft, en þau eiga stundum kynlíf og það að vera svona áhersla í hjónaband. Gæða kynlíf, það er hjónabandssambandunum og það hangir upp á vegg. Það er ekkert vandarlegt þegar fólk er í heimsókn og nöfnir að standa þarna þau hafa lofað þess. Og hvernig gengur? En það segir, af hverju leggja gyðingar þessa áherslu á þetta? Og þetta er meira sér hjónabandsáttmyndir, eitthvað sem er lesið upp í brúðkaupinu, bara hvernig þetta okkur það að vera í brúðkaupi? Heitir þú, en einastundin frúr? Halda svo bara áfram með það. Akkur þetta svona eðlilegt fyrir þeim, en vandræðilegt fyrir okkur. Gyðingar túlka Biblíuna svolítið þannig að þar sem hlutirnir birtast fyrst, það svolítið skilgreinir restina af Biblíunni. Það sem fyrst talað að segja satt, það er svona líkill á hvernig túlkar það. Og þeir horfa svolítið á það og leggja mikla áherslu á það hvert er fyrsta boðorð í Biblíunni. Vitið hvert er fyrsta boðorðið sem birtist í Biblíunni? Maður hefði haldið að það er eitthvað ekki ljúga, eitthvað þess að það. Fyrsta boðorðið er í fyrstu Mósebók, fyrsta kafla, versi 20. Guð blessaði þau og Guð sagði við þau, verið frjósöm, fjölgið ykkur og fyllið jörðina. Og þá spyr ég, vissi Guð ekki hvernig þau vildi gera það? Hvað er Guð að segja þeim? Þarna er þetta með tvær manneskjur, þau eru ein, þau eru allsber, þau eru í svona paradísar edengarði og þau fá eitt verkefni. Hvað haldið þið að hafi gerst? Og haldið þið að Guð hafi verið bara þetta? Ég geta mjög leitt að þurfa að biðja ykkur að sörga hennan annars samlega heim með þessum óhreina eitthvað sem þið að fara að gera, en þetta þarf að gera. Sorry, bara takið fyrir liðið Haldið þetta hafi verið eitthvað sem Guð hafi kannski bara blessað. Var það kannski bara svona, sá Guð kannski eitthvað fallegt í þessu? Fyrsta boður í Biblíunni eða fólk er stund að kynna? Heyri amen. Bara fyrsta boður í Biblíunni. Það er enginn eitthvað. En aðeins að taka það eitthvað lengra, en bara með því að skoða sköpunarsöguna. Er þá einhver ástæða til þess að kynlíf sé eitthvað vandræðalegt? Er þetta eitthvað vandræðamál í Biblíunni sem að þarf að tala í kringum? Bara ekki sé ég það. Mér finnst það vera mjög flatt áfram, mjög eðlilegt. Er eitthvað óandlegt, bara með að lesa sköpunarsöguna, er kynlíf óandlegt? Er þetta eitthvað sem að Guði finnst innst inni vera svolítið syndugt, en hann svona umber? Guð getur fyrirgefið fólkinu þetta, en hún finnst það eiginlega, þetta var ekki alveg, eins og einhver lýsti ætli Guð hafi einhvern tímann bara verið að göngu í garðinum, komið að Adam og Evu á svona nánri stund og hrópað, það var nú ekki til þessa sem ég skapaði þessa hluti. Nei. Haldið það, Guð hafi verið bara þetta var nú ekki það sem ég ætlaði. Ég held ekki. Mér finnst að vera frekar augljóst, kynlíf er skapað af Guði, það er gott, það er blessað og það er ekki eitthvað sem að Guði finnst vera óbreytt. Í okkar menningu, þetta er svo tengt skömm hjá okkur, þetta er eitthvað vandræðalegt. Það má eiginlega ekki tala þetta og það er kannski frekar til marks hvað við erum brotin, heldur en að Biblían sé eitthvað að
vandræðast með þetta. Og svo ég haldi svona áfram með þessi hugmynd, það sem ég langar svona að tala núna í fyrri hlutan, það bara svona, hvað segir Biblían kynlíf? Og það bara svona áhugavert þegar maður les Biblíuna, bæði sköpunarsöguna og annars staðar. Biblían talar alveg heilmikið kynlíf og það aldrei í einhverju svona neikvæðri mynd, jú, það þetta einhvern veginn, en svona almennt, bara þetta kynlíf sem slíkt, það aldrei eitthvað svona rosalega neikvætt eða eins og þessi syndug. Það var einhvern tímann á, nei, þetta ekki á miðöldum, það ákveðin hreyfing innan ákveðins arms kirkjunnar, það sem litið mjög neikvætt á kynlíf, það sem mjög sterk svona tvíhyggja og þar var einn áhrifamikill guðfræðingur sem lýsti eins og svo að sko kynlíf væri að vísu leyfilegt en það væri samt strangt til tekið bara lögleiddur hordómur. Það var þegar hann leit svo á að syndin í garðinum var það að það stunduði kynlíf. Það var það Ég veit ekki hvernig þau að fjölga sér, kannski bara með osmós eða skipta sér eins og einhverjar amöbur. Ég veit ekki alveg hvernig að lesa það sögu. Það var bara, var svo kenning fengin úr Biblíunni eða var það fengið kannski út frá einhverju hugmynd sem hann fékk að Einu sinni, ég svolítið þannig að þegar ég predika í brúðkaupum, sérstaklega því að ég yfir því gifta fólk úr söfnuðinu mínum, þannig að það oft sama fólki sem mætir í brúðkaup, þá get ég ekki verið bara með eitthvað svona eina brúðkaupsveði sem ég nota alltaf. Þannig að pabbi mér hefur oft sagt frá því að það var einhver prestur sem að gifti, hann var eitthvað tengdur inn í nöfnuföld, að hann fór tvisvar sinni í brúðkaup í samfélagslegum með sko 3 ára millibili og sama predikurinn, bara orð fyrir orð, nákvæmlega sama. Kannski var það tilviljun, kannski bara var hann með einu svona, bara þetta góð predikur fyrir brúðkaup. Kannski var hann svo góð að það var bara ekki hægt annað að nota hann alltaf. Ég þarf alltaf að gera eitthvað nýtt. Og eins sem hugsaði með mér, já, brúðkaup, ást, ljóðaljóð. Ef þetta ekki ljóðaljóðin, það ljóð, það var eignað Salómon konungi og ég hugsaði með mér, ég ætla að predika eitthvað fallegt þess ljóðaljóð, leggja út af því. En ég þannig gerður að ég vil helst lesa þess í samhengi. Þannig ef ég ætla að lesa eða eitthvað svona hálft þess sem rosalega fallegt, þá vil ég samt svona lesa versað undan og versað eftir, til að hafa það saman. Og alltaf þeir fann eitthvað, mjög fallegt vers í ljóðaljóðum. Þá var annarkvort vers á undan, eða vers á eftir, sem var svo augljóslega tilvísanir í það sem mér fannst kannski ekki vera mjög andlegar tilfinningar og kannski ekki við hæfi í brúðkaupi. Það var eitthvað mjög, mér fannst að vera bara mjög svona þessögur. Og ég hugsaði með mér, ég get ekki staðið við púlti og lesið þetta fyrir frá mig, það var svo bara róna. Og hvað það að mér? Þegar ég get ekki sem lesið Biblíuna svo róna. Hvað að mér? Og svo les maður ljóðaljóðin og það rosalega áhugavert, það bara, við eigum bara svolítið, flestir eigum bara svolítið erfitt með ljóðaljóðin. Af því að við erum einhvern veginn aðalinn uppið það að svona tilfinningar verður þú ekki að bótt. Það einhverjar lýsingar, lýsingarnar á brúðinni sem eru bara, til dæmis þegar ég var trúlofaður konu minni, aldrei hef mér dottið í hug að skrifa henni ástarljóð þar sem ég var að tala sko að brjóst hennar væri eins og rándýrskálfar skoppandi í háu grasi. Ég held að það væri eitthvað sem fyrir kona mín í dag. Og læri því, og alveg bara rólegur félagi. Þetta svona alveg bara, þetta gengur svolítið lengra en okkur finnst kannski erfitt. Gengur kannski svolítið lengra en við mig. En þetta í Biblíunni. Það var það sem ég finnst svo erfitt með, bara þetta í Biblíunni. Og ég ekki að segja nú ég ætla að fara að skrifa þetta, en það segir okkur það að kannski Biblían afslappaðri að mörgu leyti gagnvart kynlífi sem slíku heldur en við og þá held ég að sé ekki það að Biblían hafi rangt fyrir sér. Ég held að sé frekar að við þurfum að finna einhvern balans í þessu. Við þurfum einhvern veginn að komast yfir það að án þess væri nú ekkert okkar hér. Nei, við erum þetta kynlífs. Og svo merkilegt að þegar maður skoðar kirkjusöguna og bara enn þann dag í dag þá held ég að ein algengasta útlegging ljóðaljóðana, ef þið farið einhvern tímann í kirkju og heyrið predika út frá ljóðaljóðunum, þá mjög líklega það svona andleg túlkun.
þá þetta ekki ungan mann sem bara bilast úr ást og ástríðu og öllum mögulegu gagnvart trúði sinni. Þá þetta sko Jesús og kirkjan, eða gyðingar þeirra túlka þetta sem Guð og Ísrael. Og af hverju ósköpunum það? Það var einhver sem var að lesa bókaldreikund daginn og þá var hann að segja að hann var í kirkju. Þá var einhver sem var að sko lýsa það einmitt þetta vers með brjóstin eins og ráðdýrskálfar og eitthvað. Að þá var sko hægra brjóstið, það var Nýja testamentið. Vinstri brjóstið, það var Gamla testamentið. Og svo sko á milli þeirra, hvað það? Það krossi. Og hann var bara ekki að skoða. Þetta fannst honum bara í alvörinni. Bara þetta sem Salómon var að hugsa. Bara ég ætla að hugsa Gamla Nýja testamentið og krossin á milli. Ég held að hann hafi bara ekki að hugsa það. Ég held að bara að hugsa ráðdýrskálfan í ákveðnu samhengi. Og ég veit ekki alveg hvað, ég reyndi að komast að því, ég gat ekki fundið það, en ég eiginlega alveg viss að ég hafi einhvers staðar lesið eða heyrt að og í kringum siðbót hafi maður verið tekinn af lífi fyrir það að halda þið fram að ljóðaljóðin væru erótískt ástæða. Ef það satt, það segir manni sko, ég veit ekki, hvað málið? Af hverju þetta svona viðkvæmt? Ég held að þetta sé viðkvæmt vegna þess að á einhverjum tímapunkti þá höfum við tekið við hugsun sem ekki úr Biblíunni. Þessi hugsun að hið andlega sé sko alltaf fjarri hinu líkamlega og það sem líkamlega sé einhvern veginn óæðilega eða ekki gott. Það ekki í Biblíunni. Og þessi hugsun sko, sem að sum okkar höfum meðtekið og það tengist kannski fyrst og fremst svona grískri heimspeki, þar sem það rosaleg skipting á milli líkama og anda. Líkama og sálar. Og meira segja þetta sko, það var Platón sem talaði það að sálin væri föst í fangelsi líkamans. Líkaminn illur og líkaminn óhreinn og óæðri en innan hrein sál sem þráir að komast út. Þetta ekki biblíulegt. Þessi hugsun ekki biblíulegt að við séum einhvern veginn andi fastur í vondum líkamann. Við erum maðurinn skapaður í Guðs mynd. Það rosalega öðruvísi hugsun. Og þegar Guð skapaði manninn í sinni mynd, þá skapaði hann þau karl og konu. Og hvers vegna skyldi það vera? Hvers vegna gat Guð ekki bara skapað einhverja eina veru í sinni mynd sem að bara fjölga sér sem frumum, skipti sér? Ég trúði að það sé, og núna, eins og Páll Póstur segir, núna segi ég, ekki drottinn, ég held að sé vegna þess að þegar karl og kona koma saman í ást og í kærleika, þá kveikir það líf. Guð kærleikur, Guð skapari og Guð lífgjafi. Þannig ég trúði að í heilbrigðu, þannig að ef við setjum allt í heilbrigða mynd, þetta má ekki vera hvernig sem Þetta heilagt og þetta fallegt, og má ekki fara með hvernig sem en það skapað Guð. Og Guð hefur ætlað í ákveðin tilgang. Og ég held bara fyrir mig, bara sem nútíma vestrænan mann, það ný hugsun fyrir mig að á einhvern hátt endurspegli kynlíf í réttu samhengi hver Guð Það rosalega fjarri, ég veit ekki, það heyrði ég aldrei í kirkju. Það heyrði ég aldrei í kirkju. Ég hef verið oftar í kirkju en margir á allri ævinni. Bara, maður heyrði þetta aldrei. Og í kirkju samhengi, bara ef maður hugsa það, ef ég tala bara sjálfur, þá minni reynslu. Þegar ég heyrði talað kynlíf í kirkju, þá var það þú skalt ekki og ekki einu sinni hugsa. Það var einu sem heyrði kynlíf, allt sem var bannað. Kynlíf, það tala mjög svipað kynlíf og eiturlíf. Bara hættu á að byrja. Ekki einu sinni hugsa þetta. Og það var alveg, og þessi hugsun að sko kynlíf væri bara forboðinni ávöxturinn í Eden. Miðað við bara, eins og segir, mitt uppeldi, þannig séð. Ég get alveg séð hvernig þetta komst á hnipi, það hlýtur bara vera, þetta allt bannað. Það bara banna þetta, ekki, Jesús segir ekki horfa á konu gimberhug, hvað kann maður þá að horfa, eða hvað þýðir það og hvað líka þetta mörg og bara þess að það bara verið hérna allan tíman. Hvernig á maður eiginlega að lifa? Svo kveikir maður sjónvarpið og það einhver lífeyrissjóðsauglýsing og það einhver alls konar konur komið stundu og maður hvað á maður að gera? Hvernig getur maður lifað í svona ofur kynvæntum heimi
með þá hugmynd að kynlíf sé bara í öllum formum vont, eða ekki gott, ekki, það er svona næstuð í syndur, en svo, þetta er svona, þetta skapar árekstra og maður kannski svolítið bögglaðist með þetta og kannski þess sem ég er orðin hérna svolítið, ja, eins og ef þú var að stýða þér í dag, kynlífsposturinn, það er ekki ekki að tala kynlíf, en hérna, þessi hugsun að kynlíf sé óhreint, ekki í sjálfu sér gott, við erum eiginlega á undanþágu hjá Guði. Þetta er svona eiginlega þess að hann lítur aðeins undan. Og það meira sér eitt vers, þar sem að sko ljóðaljóðið, það er fólki greinir þess að hvernig þau eru sett upp, að hérna, þetta er svona ástarljóð og þetta er eiginlega eins og þessi par eða maðurinn sé að hugsa tilbaka. Minnast þess hvernig það var þegar þau voru ung og voru svona tilhuga lífið og þessar tilfinningar og svo brúðkaupsnóttinni lýst og svo er sko þess að senan, hann er alltaf að tala, hún talar á móti eitthvað og svo kemur alltaf í þriðja röddin inn í samtalið sem segir hérna, sem talar ávarpar elskhugunum báða og segir þeim að drekka djúpt af brunni gleðinnar, eitthvað svoleiðis. Og hver er það? Og þetta er sem í senunni á brúðkaupsnóttinni. Ég heyrði sögu frá Vestmannaeyjum, það var maður í, það heitir Hrekkjalónafélagið. Það er félagi Vestmannaeyjum sem hann hrekkir hvert annað og þau ganga, hafi gegnum tíðina gengið allt og langt. Og ég er bara þakkláttur fyrir að ekki verið Vestmannaeyjum þessum tíma. Og það var maður sem hefur verið mjög aktív í því og hrekkt marga mjög illa. Og svo kemur hann á að gifta sig. Konan hans er það í taugafalli, bara hvað brúðkaupi verður eyðilagt. Bara það er ekki hvort, það er bara hvernig. Hún er á nálum allan tíma. Svo kemur aðhlutinn og það gerist ekki neitt. Svo kom hún út og það býður brúðabílinn og hún bara heldur að segja líka eitthvað fyrir bílnum, bara þess hvað, það gerist ekki neitt. Svo veislan, gerist ekki neitt. Faraðu að brúðarsvítuna og það var allt vel falið þess að ekki hvað það var og það var ekki búið að skemma neitt, bara allt í góðu. Og svo líður brúðkaupsnóttin og svo bara þess daginn eftir að þá hringir hún niður og er að panta morgunmat. Þegar heyrist rödd undan rúminu, hafðu það fyrir 4. Það var ekki það sem að gerast í hljóðaröðum. Kannski ekki myndi að segja, það bara að róla í þetta. Hver bauð sér fram í þetta verkefni? Bara ekki spurningu. Það sé brúðkaupsnótt, hver er að tala? Þetta var óslega random saga, hún er ekki í glósunum mínum, ég bara voru að hugsa þetta í súrrealistum kringumstæðum. Hver talar á brúðkaupsnótt? Er það kannski bara Guð? Er það kannski Guð sem gleðst yfir því að sjá mann og konu sköpuð í hans mynd, elska hvern annan, hreinum, heitum kærleika og svo koma þau saman á brúðkaupsnóttina og á einstakan hátt endurspegla hann. Er það kannski bara Guð sem að fagnar yfir og segir bara drekkið af uppsprettu gleðir, bara Er það þín mynd af Guði? Ég get sagt ykkur það sem pínu þjóka, já, það er ekki svona sem ég var alveg hugsa Guð. Það er ekki það að Guð finnist það ekki vera vandamál, hann fagnar yfir því þegar það er kynlíf á sér stað við réttar og heilbrigðar kringumstæður. Það er svolítið magnað finnst mér. Og það eiginlega breytir rosalega mínu viðhorfi til kynlífs og það breytir líka mínu viðhorfi til Guðs og eiginlega bara lífsins. Það gerir það að er ekki allt sem er skemmtilegt annarkvæmt synd eða fyrirtæki. Er það bara þannig? Er það virkilega þannig að það er bara synd sem er fallegt í lífinu sem skapað af Guð og þessi ætlað að vera gott? Þannig að við höfum verið mjög hrætt við að tala kynlíf því við ákveðum að það væri óandlegt og þar af leiðandi hlyti Biblían að vera sammála okkur. Og það er stundum þannig. Hafið tekið eftir því til dæmis að það er eitt sem á mínu hjarta það er staða kvenna innan kirkjunnar og einu sinni tala ég mikið fyrir því en núna tala ég bara að á Vesturlöndum, sérstaklega á Norðurlöndum, þar er staða kvenna innan kirkjunnar yfir frekar góð. Bara margar konur, bara prestar, bara Íslandi, kona biskup, þetta er bara konur hafa bara jafn ægingi og kallar. Svo fer til Suður Ameríku, hvað er margar konur biskupar? Konur staða kvenna er ekki mjög sterk þar. En svo þú tala við einhvern guðfræðing á Norðurlöndum og guðfræðing í Suður Ameríku, þeir eru báðir jafn samferðir, bara Biblían sammála mér. Mín afstaða er fullkomlega biblíuleg.
Og það alveg vandinn með okkur öll. Við göngum öll út frá því að Guð sé alltaf saman á okkur. Við göngum svolítið mikið út frá því. Annars væri við kannski, annars góð. Biblían mjög óhrædd við að tala kynlíf. Kynlíf fallegt. Það fæddist í hjarta Guðs. Guð, maður hugsa það, sko, hugmyndir sem Guð fær, það hljóta að vera mjög góðar. Þegar Guð fær hugmynd, þá það eitthvað stórt, þá það eitthvað dásamlegt. Kynlíf eitthvað sem fæðist í hjarta Guðs, því ætlað að endurspegla Guð í sáttmálasambandi karls og konu. Það til gleði, til að tengja og líka til að fjölga mannkyninu. Og ég var með þetta svona tvískipt hjá mér. Fyrri hluti var svolítið þetta, Biblían bara ekkert á móti kynlífi. Kynlíf í Biblíunni bara frekar jákvæður hlutur og sérstaklega þegar maður les Gamla testamentið. Ég var að hugsa hvort að taka stuð hlé núna, en það var snæmt. Nei. Þannig ég hugsa, og eftir hlé þá tölum meira í Nýja testamentið og kannski tölum aðeins núansana. En þetta mikilvægur grunnur. Það mjög mikilvægur grunnur að kynlíf í Biblíunni gott og það blessað af Guði. Þið þurfum allan ekki að hafa, við setjum allt skrifað á pappír. Þið þurfum ekki að hafa ágjörð að lekja á netið. Það alltaf það sem alltaf mestar ágjörð af, allt sem rafrænt, það getur lekið á netið. En nú erum við búin að vera að tala það, og bara fyrir hlutin fjallaði allur það, að kynlíf, sérstaklega eins og það skapað af Guði og eins og það sett í það samhengi, bara hið besta mál. Það jákvætt, það fallegt og það tilgangur með því og það fæðist í hjarta Guðs. En bara eins og þegar við tölum þetta, ég svolítið á þessum stað, ég þjónandi í kirkju, ég endalaust að tala við fólk það sem það má ekki. Ég endalaust að þegar fólk fyrir út af sporunu, það að leiðilegasta sem ég geri, það algjörlega leiðilegasta sem ég geri, það þegar ég þarf að setjast niður með einhverjum og tala eitthvað sem var nú ekki nógu gott. Eða einhver sem kannski í þjónustu, einhver sem hefur haft ábyrgðina kirkjunnar og komin á einhvern stað eða eitthvað sem gera það verkum að viðkomandi getur ekki þjóna lengur og ég þarf að sitja og eiga það samtal. Og ég mér líður stundum eins og ég sé pínu farisinn að ég landamæravörðurinn, ég upplifum svolítið þannig, það hlutirnir sem að við segjum fólki allt sem hvað gott og hvað á að gera og hvað á ekki að gera og svo koma hvar á að grípa inn í. Hvar það orðið þannig ég þarf bara að tala við mannesku, setjast niður og bara, nú þurfum við bara að eiga hreinskilið samtal. Og nú þarf bara að grípa til eitthvað aðgerða eða eitthvað svoleiðis. Ég svolítið þarna og þá endar alltaf þannig að maður þarf að setja eitthvað landamæri. Og þá líður mér sem ég farið sig, sko, þetta, ég ger ekki neitt fyrir en þetta gerist. En hversu lengi getur verið nálægt, fattið hvað ég að fara? Þannig að ég svolítið í þessu boðum og bönnum líka, en auðvitað væri það bara gott ef við gætum gripið myndina, hvernig sér Guð þetta? Hvernig sér Guð okkur? Hvað erum við að tala þegar við tölum minnst orðið samlíf vera mjög fallegt orð, en þegar við tölum kynlíf eða samlíf. Vandinn þessi, við skoðum hvernig Guð skapar heiminn og hann fullkominn. Algjörlega fullkominn, hreinn og hann ósnortinn af öllu sem heitir synd, öllu sem heitir spilling, öllu sem heitir eigingirni, öllu sem heitir sjálfselska, öllu sem heitir græðgi, öllu sem vont. Syndin kom svo inn í heiminn og eitt einkenni syndarinnar. Í Gamla testamentinu tala synd með margs konar móti og það eitt orð yfir synd sem í Gamla testamentinu sem talar það synd svo bjögun. Bjögun, ef þú tekur eitthvað sem kannski bara eitthvað ferning eða eitthvað hylki sem algjörlega með réttum hornum og þú snýrð upp á hann. Eitthvað sem fallegt en þú snýrð upp á það. Og þetta svo sterkt í sögum bara eins og Lord of the Rings til dæmis. Allir, eða langflestir, sem vilja eignast hringinn, ætla að gera eitthvað gott með honum. Ég ætla að fá algjört vald til þess að geta útrýmt óréttlæti. En vandinn bara sá að þegar við fáum algjört vald, að þá bara eitthvað bjögun sem á sér stað og við spillumst. Af því við erum sjálf spillt. Við höfum orðið fyrir áhrifum af syndinni. Syndin, hún skekkir og verpir það sem gott og fallegt og heilbrigt. Og í þessu samhengi, því að við þurfum bara að horfast í augu við það, að það sérstaklega ástæðan fyrir því
að kirkjan hefur talað mest neikvætt kynlíf út af því að í okkar þjóðfélagi að þá hefur kynlíf verið svo verpt og þetta orðið svo langt frá því sem Guð ætlaði því. Það ákveðin kafli í Galatabréfinu 5. kafla og þetta vers 16-25. Ég ætla að lesa þau, ég ætla ekki að fara ítarlega hvert einasta vers og þar hvetur Páll postuli kirkjuna í Galatíu og segir: en ég segi, lifið í andanum og þá fullnægið þið alls ekki girnd holdsins. Holdið girnist gegn andanum og andi gegn holdinu. Þau standa hvort gegn öðru til þess að þið gerið ekki það sem þið viljið. En ef þið leiðist af andanum, þá eru þið ekki undir lögmáli. Holdsins verk eru augljós: frillulífi, óhreinleiki, saurlífi, skurðgoðdýrkun, fjölkingi, fjandskapur, deilur, metingur, reiði, eigingirni, tvítrækni, flokkadráttur, öfund, ofdrykkja, svall og annað þessu líkt. Og það segi ykkur fyrir, eins og ég hef áður sagt, að þeir sem slíkt gera munu ekki erfa Guðsríki. En ávöxtur andans er kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hógværð og sjálfsagi, gegn slíku er lögmálið ekki. En þeir sem trúa á Krist hafa krossfest holdið með löngunum þess og gyndum. Ástríðum þess og gyndum. Fyrst andinn hefur vakið okkur til lífs, skulum við lifa í andanum. Og þetta er einn af þessum köflum sem er svo auðvelt að fá skakka mynd. Það tala holdið og andan. Mér var kennt mjög snemma, ég ætti bara að lesa Biblíuna sjálfur og ég byrjaði snemma að lesa Biblíuna og þegar ég les þetta fyrst, holdið og andinn, og ég er með þessa ég held bara í hinu vestræna heimi sem þessi gríska hugsun svo ríkjandi, að andlegt og efnislegt séu andstæður. Að hold og andi hljóti að vera hið efnislega, hið líkamlega sem er illt og andinn sem er einhvern veginn hreinn og yfir það hafinn og laus við einhverja spilltar gyndir og vitið þetta, það er andlegt að fasta, það er ekki andlegt að borða góða mat. Það er andlegt að vera skírlífur, það er ekki andlegt að stunda kynlíf. Það er svona þessi hlutir. Og bara ósjálfrátt, þá bara stimplið inn, það er það sem Páll postuli er að tala um. Og það held ég að langflestir, mjög margir geri í þeim mesta. En þegar talað hold í Biblíunni, hvað er þá verið að tala um? Að því að líkaminn er skapar af Guði. Guð skapar líkamann. Er líkaminn slæmur? Er það sem við erum að segja? Ég trúi því að þegar talað um hold í Biblíunni, að það sé verið, Páll postuli sem skrifar þetta og hann er alltaf í sköpunarsögunni. Hvað aðgreinir mannin frá dýrunum? Fyrir utan það að Guð skapar manninn með því að móta hann af leiri jarðar, mótar líkamanns. Maðurinn er eina lífveran sem er sköpuð þannig að Guð beygir sig yfir hann og blæs lífsanda í nasir hans. Þannig varð maðurinn lifandi sál, segir Biblían. Maðurinn skapaður í Guðs mynd er sannarlega af holdi en hann er fylltur anda Guðs. Hvað gerist þegar syndin kemur inn og andi Guðs hverfur frá manninum? Hvað stendur eftir? Kjöt og bein. Hold. Það er það sem stendur eftir. Þegar andi Guðs hefur ekki að lífga mannin. Þegar andi Guðs er ekki í brjósti mannsins og knýr hann áfram til góðra verka, þá stendur bara eftir hold. Holdið er maðurinn án anda Guðs og þess vegna kemur andi Guðs. Hann vil leiða þig í eitthvað annað en holdið. Holdið má sín einskis gagnvart syndinni og áhrifum syndarinnar. Ef holdið hefur völdin og við erum þar að leiðandi undir syndinni, hvað er það sem stjórnar okkur? Hvað stjórnar manninum ef hann hefur ekki anda Guðs? Bara svona dagsdaglega, þið þurfum ekki að svara en bara svona að hugsa með ykkur. Já, er það kannski hvatir okkar? Bara það sem vaknar innan með mér, langanir mínar og svona, já, bara svona líkamlegar hvatir, bara nú er ég svangur þá fæ ég mér að borða og nú langar mér meira, ég veit ekki gott að ég ætla samt að fá mér það. Bara þessi hlutir, bara svona litla. Það eru frábæra bækur eftir C.S. Lewis sem heita Game 3-leikurinn og svona leika sér með hugmyndum sköpun. Þetta eru eina af fáum skáldsögum sem ég hef lesið oftar en einu sinni. Og það er svo dásamleg frásögn þegar það er maður sem fær að fara í ósnortinn heim sem er ósnortinn af synd. Og hann er þarna og það er svipað drama í gangi og í Edingarðinum. Það er höggormurinn er kominn og ætlar að tæla fólkið og hann á að hjálpa þeim. Og þegar ég lýsti í bókinni hvernig hann
kemur hann svangur og hann tegir sig einhvern ávöxt og bítur í hann og þetta bara einhver andleg upplifun að bíta í hann ávöxt, hann svo stórkostlegur, hann borðar ávöxtin alveg bara það besta sem hann smakkað. Og þá kemur strax bara, það var fullt af ávöxtum þarna. Bara, ég ætla að fá mér meira, bara, ég ætla að fá mér annan. Og það var eins og, það var einhver nærvera, það var eitthvað í kringum sem sagði bara, nei, þetta var nóg. Og þá upplifði hann bara, já, þetta var nóg, það nóg til. Ég bara fæ mér næst þegar ég í alvörunni svangur. Og þarna var í þessum ósnortna heimi, þar var andinn til staðar. Og andinn hann gat sagt honum, þetta var nóg. Og þá fékk hann sér ekki meira. Þegar andinn ekki til staðar, þá verður við bara gráðug. Þá erum við valdlaus gegn bæði hvötum okkar en líka syndinni. Og það rosalega áhugavert. Ég svolítið svona áhugamaður nútíma menningu eða bara umhverfið, bara hvað stjórnar fólki? Hvernig hugsa ég og hvernig hugsa fólk? Og það má eiginlega segja í dag að það ákveðin svona trúarsetning bara grunngildi, það rangt að bæla hvati sínar. Það bara orðið þannig, bara ef þið líður einhvern veginn, það eiginlega ekki þannig að þá máttu láta undan því, þá ertu eiginlega bara vond manneskja nema þú látur undan því. Þá ertu að svíkja einhvern málstað. Bara ef þið líður pínu, bara eins og þetta endalaust hægt að finna súrrealísk dæmi. En bara til dæmis núna lög í ýmsum fylkjum Bandaríkjanna, eða svona sýslum í það minnsta, sem eru bara þannig að það óháð þinni líkamsgerð, það fer eftir hvernig þið líður inn á hvað klósett þú ferð, hvort það er karlaklósett eða kvennaklósett. Það ef þú ert kall, en innst inni líður sitt kona, þá bara ferð þú inn á kvennaklósett. Og alveg óháð því hvað öðrum þar inni finnst það. Þið bara líður eins og þú sitt kona þann daginn. Og maður spyr sig hvað er þetta? Er þetta bara, fyrir mér svona, bara ef þið líður þannig, þá áttu bara að gera það. Og það er eins með allar hvatir, með allar langanir og það er ekki til neitt sem heitir brenglað. Það er ekki þannig. Dag það eru mannréttindi að aðhyllast bara BDSM. Þau fengu inngöngu í samtökin 78 núna og vilja fá að koma í skóla með kynfræðslu. Og já, hann var örugglega handtaka mig fyrir það, en mér finnst það bara mjög brenglað. Mér finnst það bara mjög brenglað að fólk vilja lemja eitthvað annað. Bara fyrir mér það eitthvað, og ég sé ekki tenginguna við kynlíf. Ég sé hann ekki, bara sorry. Og þetta í dag, en þetta er ávöxtur þessar hugsunar, það er rangt að bæla hvatir. Alveg eins og það er rangt að fanga villt dýr og meina fuglum að fljúga, að meina hléburðum að hlaupa. Það er rangt. Það er rangt að segja fólki, þessar hvatir þínar eru ekki góðar. Kannist þið við þetta? Þetta er bara, ég hef svolítið upplifið heiminn okkar svolítið þannig, það er bara rangt og kirkjan hefur verið mjög vond að segja fólki að eitthvað sé ekki gott. Okkur er kennt að bara meira segja líffræði, bara þetta er bara, og samfélagsfræði og allstaðar. Við erum bara dýr sem kunna að tala. Við erum bara dýr, við erum þróuð dýr. Okkar líf er ekki endilega dýrmætara en líf dýranna, við erum dýr. Og þess vegna, og kannski út frá þeirri hugmynd, þá er þetta eins og önnur dýr, þá höfum við hvatir. Og við erum bara hætt að leika þann leik að við getum eitthvað stýrt þeim, eða bælt þeim, eða breytt þeim, eða eitthvað svoleiðis. Við eigum bara að láta undan öllum löngunum okkar. Og eins og myndist aðeins á það áðan, sköpunarsagan segir allt aðra sögu. Sköpunarsagan segir okkur að menn séu í grundvallaratriðum frábrugðnir dýrum. Dýr stjórnast af eðlisávísun. Dýr stjórnast af hvötum. Dýr hafði ekki sömu hugsuna við og dýrin voru ekki sköpuð þannig að Guð blési lífsanda sínum í naseras. Og þegar maður les, og því kannski, ég fór þetta frá mér, tengingin við versin sem ég las rétt áðan, með holdið og andan. Að mér finnst svo sterkt þarna í byrjun, það sem segir, það talaði holdið girnir sig andanum og andin gegn holdinu, þá standa hvort gegn öðru til þess að þið gerið ekki það sem þið viljið. Þá er að vísa til viljinn innra með okkur, það sem andin Guð gefa okkur að vilja gera hið góða. Svo kemur holdsins verk eru augljós. Og það er mjög áhugavert að fyrstu 3 orðin, frillulífi, óhreinleiki, sörlífi, tengjast öll kynlífi. Frillulífi er grískt orð,
ég einn af þeim sem að sko, þegar predikar að fara að tala grísk orð, ég fæ alltaf svona pínu, það skilur eitthvað sem enginn hvað að segja, þú getur sagt bara eitthvað bla bla gefist, allir bara, já, það grískt orð, áhugavert. En þetta orð áhugavert, þetta hérna orðið porneia. Þetta ykkur eitthvað orð í hug í dag sem að byrjar á porn og tengist kynlífi, ég veit ekki. Þetta það orð og þetta svona stórt orð og þetta allt fellur undir þetta sem andstætt áætlun Guðs með kynlíf. Og frillulífi almennt, það þýðir bara kynlíf utan samhengis hjónabandsins. Óhreinleiki, það einmitt kannski svona gengið aðeins lengra og sörlífi, þá bara komið svolítið í ruglið, bara savall, eitthvað svoleiðis. Það að fyrsta holdsins verk leiða til hvers? Leiða til þess að þarna höfum við út fyrir ramman, látum undan, höfum engan sjálfsaga, engan sjálfstjórn, ráðum ekki við langanir okkar og við förum að gera hluti sem kannski skaða okkur. Og syndin í krafti holdsins, að því að holdið, maðurinn án anda Guðs, þú hefur bara hvatir þínar. Syndin, í raunum að segja reynir, ef við persónulega gerum syndina, syndin, og mér finnst þetta vera svo innilega þegar maður sér sko baráttu góðs og ills, markmið syndarinnar er að við verðum bara eins og dýrin. Við stjórnumst bara hvötum okkar. Og alveg eins og þetta sko, og mér finnst þetta vera svo tákgrænt bara fyrir svo margar biblíusögur svona, sko, hið illa þráir ekkert meira en að sjá manninn sem skapar í Guðs mynd niðurlægðan, auðmýktan og reyna að seðja sig á drafinu sem svínin borða. Þar vill hið illi sjá manninn. Við erum bara eins og dýrin, við erum búin að missa mannlega reisn, við erum búin að missa mynd Guðs í okkur og við lifum algjörlega, við erum á vald, sko, hvata okkar seld. Á endanum verðum við þrælar hvatana. Við hættum að fara að láta undan því sem okkur langar að gera og við erum bara orðnir þrælar. Og ég myndi segja að munurinn á því sem í dag presentera sem kynlíf í hvort sem í tónlist eða bíómyndum eða fjölmiðlum eða auglýsingum, það alveg miklu meira sko losti. Munurinn á losta og kynlífi felst í fyrsta eiginleika ávaxtar andans. Kærleikur. Það engin kærleikur í losta. Það engin kærleikur í skyndikynnum. Það engin kærleikur í kynlífi eins og það presenterað í dag. Ef við skoðum bara hvernig menningin sem við lifum í talar kynlíf, það algjörlega, það eigingjarnt, það sjálfselst, það gráðugt og það bara frekar ljótt, það snýst bara mig. Þetta svo svarthol. Svarthol eru stjörnur sem að falla inn í sjálfan sig og soga tissinn en gefa ekkert frá sér. Og eru þess vegna bara myrk, að þau bara soga og soga og soga. Þannig sé ég fyrir mér syndina. Og þannig sé ég fyrir mér eins og lostin að mér finnst losti vera svona þessi bjögun á því sem hreint og fallegt. Kærleikurinn þolinmóður. Kærleikurinn getur beðið fram að brúðkaupi. Kærleikurinn leitar ekki síns eigin. Kærleikurinn ekki sjálfselskur. Kærleikur í Biblíunni alltaf fórnandi kærleikur, þar sem þú elskar hinn meira en sjálfan þig. Og þarna finnst mér vera sko, þarna munurinn. Þegar kirkjan hefur verið að bregðast neikvætt við tali kynlíf, þá kirkjan að bregðast við þessari mynd sem að heimurinn setur fram. Sem svo mikið þetta, kynlíf bara eitthvað sem að ef þú átt kost á því að ná þessu á kostnað einhvers annars, bara gerðu það. Mér var kennt þegar ég var í skóla, ég held ég verið 12 ára, það var kennar í skóla og bara hvetja okkur, bara prófiði allt. Bara, prófaði bara að vera með strák. Það bara allt í lagi. Bara strákar, prófiði það. Og maður bara, við erum 12 ára, halló. Bara prófiði, bara, þið eru ung og og maður svona hugsa með sér, sko, þetta bara eins og, ég veit ekki, smakkaðu hákall. Þetta menning á Íslandi, smakkaðu það, þú deyrið ekki. Og þetta viðhorfið í samfélaginu, kannski var ég svona klikkuð í skóla, ég veit ekki, hann var almennt mjög góður, en þessi kennar allan bara sagði þetta og fannst þetta bara eðlilegasti hlutur, bara prófiði allt. Og lífið svo stutt, það alltaf stutt til að prófa ekki og hafa svo ekki prófað þegar þú ert orðinn fullorðinn. Málið svolítið þetta, ég trúi því að ástæðan fyrir því að kynlíf þannig að við þurfum að tala það og við þurfum að varðveita það og við þurfum að skerpa á því hvað gott, svo að það til gott og illt í heiminum og öll hins illa bara í gegnum mannkynssöguna hafa alltaf beinst sérstaklega að kynlífi
að þegar kynlíf tengist hjónabandinu, það tengist samböndum, það tengist fjölskyldunni og á einhvern einstakann hátt mynd Guðs í manninum. Og það er það sem hið illa hatar. Það hatar það sem er hreint og fallegt og gott. Og kynlíf eins og Guð skapaði það er sko dásamlega hreint, fallegt og gott og það er miklu andlegra en kannski margir ætla. Ég held að það sé jafnvel, í Edengarðinum voru engar samkomur. Fyrir mig sem að ég er forstöðumaður og mín tilvist snýst mikið sunnudaga, það er svona, og bæði að safna orku fyrir sunnudaginn og svo að ná sér til sunnudaginn, þetta er svona, bara sunnudagar eru svona svolítið sólin í mínum alheimi, en það voru engir sunnudagar í Edengarðinum, það var bara engar samkomur, samt var tilbeiðsla. Hvernig tilbáðu þau Guð? Þau tilbáðu Guð í sambandi sínu, tengslum sínum, í því að njóta gjafa hans í garðinum, í því að nota krafta sína og hæfileika sem hann hafði gefið í að yrkja garðin og gera hann fallegan. Það var tilbeiðsla. Ég trúi því að kynlíf hafi verið form, eða þáttur, bara það að lifa lífi sínu Guði til dýrðar í heild. Það er tilbeiðsla. Og hið illa hatar kynlíf, að það hatar mynd Guðs í manninum, hatar hjónabandið, hatar fjölskylduna. Páll postuli skrifaði til Korintumanna kynlíf. Og Korinta var ef einhver var mjög lauslátur, þá var sagt, þessi er frá Korintu. Þetta er svona, þetta er eins og þegar voru alltaf hafnarfjarðarbrandarar, einhver væri Hafnfirðingur eitthvað svoleiðis. Þetta var, hann er korinskur, þá var hann svona mjög lausgirtur kannski, myndi við segja. Og það var söfnuður sem komur umhverfi sem var svona últra, þessi hugsun með tvíhyggjuna, og hún var svo öfgafull í Korintu, að menn litu bara sá, andi minn, það er sá sem ég er. Og það er það sem Guð sér. Líkaminn, hann er bara svo ómerkilegur að Guð er ekki svona pælið í. Þannig að alveg eins og ég borða mat, og það er ekki synd, þá get ég alveg sofið á hverjum sem er, og það er ekki synd. Það var svona í Korintu, bara þegar andi minn er svo hreinn. og þannig að Páll postuli, hann í 7. kafla 4. Korinthubréfs, hann vitnar í Korintumenn og segir maturinn er fyrir magan og Guð mun hvort tveggja að engu gera. Það var það sem að Korintumenn sögðu, líkaminn skiptir ekki máli hvað gerir við líkamann. Guð áttur að eyða honum og þá verði bara andi. Þannig að óhreinindi og líkamannum mun ekkert fylgja mér. Og svo segir hann en líkaminn er ekki fyrir sörlifnað, líkaminn er fyrir Guð eða fyrir helgun. Og hann segir í 18. versi, og mér finnst ég að fara svolítið hratt yfir sögu, ég vona að þið fylgjið mér en hann segir, forðist sörlifnaðinn. Sörlifnaður í Biblíunni, það er alltaf þetta, það vísa fyrst og fremst til kynlífs. Vísa fyrst og fremst til þess, Korintumenn voru að fara í musteri Artemisar eða Afrodítu, það sem voru hofgyðjur sem voru bara vændiskonur og það var hluti af tilbeiðslunni þar að sofa hjá vændiskonu í musterinu og ef þú gerðir það ekki, þá varstu ekki að sinna skylduðinni sem góður borgari. Með því að sofa hjá vændiskonu í musterinu varstu að gleðja Guðinn og ef þú gerðir það ekki, varstu ekki að stuðla vel að hagsæld borgarinnar. Þannig að það var bara pressa á fólk í vinnunni, það var pressa á fólk menn fóru og héldu afmælisveislur eða stóra veislur og héldu þær í musterinu, það var matur og það var drykkur og svo var gengið inn til hofgyðjana eftir á. Ef þú gerðir það ekki, þá varstu vondur maður og þá gastu mist vinnuna, þú gastu mist vini, oft tala maður heimurinn sé svo spilltur í dag, við vorum ekki komin þangað ennþá Við erum bara í ágætismálum en þetta er dag. Og þess vegna voru menn að réttlæta þetta. Þetta er bara líkaminn. Ég er samt að hugsa Jesú í hjartanu á meðan. Nei. Það er svona eitthvað svona klikkað. Og við gerum þetta alveg í dag ennþá líka. Þetta er kannski ekki gott sem ég er að gera, en í hjartanu, þá er ég á réttum stað. Ég held að Páll postuli myndi nota því andlega orð kjaftæði. Nei, bara rugl og vitleysa, bara allt sem við gerum er andlegt. Hann segir, forðist sörlifnaðinn, sérhver önnur synd sem maðurinn drýgir er fyrir utan líkama hans. Þetta er 18. vers í 7. kafla. En saurlífis maðurinn syndgar á móti eigin líkama. Vitið þið ekki að líkami ykkar er musteri heilags anda sem í ykkur er og þið hafið frá Guði. Þið eigið ykkur ekki sjálf, þið eruð verði keypt,
vegsamið því Guð með líkama ykkar. Af hverju er kynlíf svona mikilvægt? Númer 1, af því við erum ekki dýr. Við erum svo miklu, miklu meira en bara hold. Í sköpunarsögunni er grunnurinn lagður að hjónabandinu. Og mér finnst það svo merkilegt. Ég elska sköpunarsöguna, ég elska alltaf að sjá nýjar víddir í henni, en það er rosalega merkilegt að lesa sköpunarsöguna. Og þetta er svona ítarleg frásögn og það er alls konar, og svo kemur bara í lok þess vegna, bara eftir alla sköpunarsöguna. Fyrir því yfirgefur maður föður og móður og býr við konu sína og þau tvö verða eitt hold. Og maður svona, eins og þetta er þessi pointið með allri sögunni. Sköpunarsagan er sögð til að útskýra hjónabandið. Maður yfirgefur föður og móður, býr við konu sína og þau verða eitt hold. Það er eitthvað einstakt við það. Þar kemur mynd Guðs á einhvern einstakan hátt fram í manninu og það er eitthvað einstaklega fallegt. Það er eitthvað einstaklega heilagt og gott. Framar í þessum 6. kafla 4. Korinthubréfs vísar Páll postuli til þess, hann segja, vitið ekki að þegar þið eruð að sofa hjá, að þá verðið þið eitt með þeim sem þið sofið hjá. Og hann vísar í þetta vers að fólk verður eitt hold. Tengingin sem á sér stað í kynlífi er svo miklu, miklu meira en líkamleg. Miklu, miklu meira en líkamleg. Samt er einn öldungur í kirkjunni okkar sem er mikill líffræðimaður og hann var að segja mér daginn að þetta er nýlegt sem menn uppgötvuðu þetta, að þetta kemur bara fram hjá konunum, ekki hjá körlum, að ef að kona sefur hjá karlmanni, þá er hægt að finna leifar af DNA mannsins í blóði konunnar mörgum árum seinna, þó það hafa bara verið eitt skipti. Þetta bara, þau verða eitt hold, bara hvað er að frétta? Þegar fólk býr saman og er hjón eða lifir eins og hjón, að eftir ákveðin tíma að þá aðlagast líkamannir svo mikið hvert öðru, eftir 20 ára samlíf er hægt að skipta líffæri, hægt að færa líffæri á milli og líkaminn mun ekki hafna því af því að ónæmiskerfin er orðin bara samstillt. Sýrustigið í maganum er orðið samstillt. Bara, þetta er ótrúlegt. Þetta vissi fólk ekki þegar fyrsta Mósebók var skrifuð, en við vitum þetta í dag. Bara, við verðum bókstaflega eitt hold. Bókstaflega aðlögumst. En Biblían talar það að tengingin sé andleg. Það verður til tenging sem er, óafturkræf, hún er allan alvarleg. Við erum ekki sköpuð til að tengjast mörgum. Við erum ekki sköpuð til þess að vera tætt, tengd út allt. Þetta kynlíf, það er ákveðin opnun inn á eitthvað sem er svo heilagt. Það er opnun inn á eitthvað sem er svo viðkvæmt. Þess vegna á að fara varlega með það og fara með það eins og eitthvað dýrmætt. Páll segir, þið eruð musteri. Vitið þið ekki að líkami ykkar er musteri, heilags anda. Og þarna hann talað fólk sem leit mjög mikið niður á líkamann. Líkamann var bara eins og eitthvað drast sem við hendum í ruslið seinna, þegar andinn loksins losnar úr þessu fangelsi. Líkaminn er musteri. Og það sem er rosalega áhugavert, eins og segja, ég er ekki mikið fyrir að nota ykkur grísk orð, en orðið sem Páll postuli notar hérna er ekki bara orðið yfir musteri. Að musteri var þannig að það gátu allir farið í musterið. Það var meira að segja, með gyðinga, þú þurftir að vera, karlarnir fengu að fara lengst, en konur gátu farið hingað og börn, og þó þú værir ekki gyðingur, þá var sér staður í musterið þess að þú gast farið inn í musterið. En meira að segja þó þú værir karlkyns gyðingur af góðum ættum sem lifir mjög heilugu lífi, að þá var bara ákveðin staður, þar var bara lína og þannig gast þú ekki farið. Bara þá varstu komin úr forgarðinum og þá gast þú hort inn á starfssvæði prestana og þá sástu aðra byggingu sem var helgidómurinn. Inn í helgidóminn máttu bara prestarnir fara. Páll segir, þið eruð helgidómur. Líkami ykkar er helgidómur heilags anda. Og fyrir fólk á þessum tíma, þar sem allt snerist musteri, allt félagslíf, allt snerist musteri. Það vita það allir, það fer enginn inn í helgidóminn nema prestarnir. Og hvað er einstakt við prestana?
þeir hafa helgað líf sitt Guði. Þeir hafa gert einstakan sáttmála við Guð og þeir þjóna bara einum Guði. Inn í helgidóminn fer enginn sem hefur ekki gert ævi langan sáttmála. Og ég er ekki að teygja textan eitthvað einna, ég er ekki að bjaga þetta, ég held að sé bara engin önnur leið til að skilja þetta eins og að Páll postuli sé að segja, sko, líkam ykkar er ekki skemmtigarður, líkam ykkar er helgidómur. Líkam ykkar er ekki opinn almenningi, líkaminn á að vera opinn þeim einum sem eiga ævilangan sáttmála við okkur. Og ástæðan fyrir því að þetta er svona mikilvægt, það er ekki það, myndin sem fólk oft fær, þetta Guð sé bara leiðilegur, allt sem er skemmtilegt, það er synd. Guð, kynlíf er einhvern veginn, það er svo óandlegt að Guð hefur engan áhuga á því og hún er þetta svo óþarfa vesen. Það er ekki Guð sem við tölum hérna í fyrir kaflanum. Guð sem fagnar því þegar hjón koma saman á brúðkaupsnóttinni og hann segir drekkið djúpt af bikar gleðinnar, drekkið af brunnum gleðinnar. Það er Guð, hann fagnar yfir því þegar allt er eins og það á að vera. Guð fagnar yfir því sem er fallegt og hann hefur skapað. En fólk færir þessa mynd, Guð hann er bara mót öllu sem er skemmtilegt. Nei, það er ekki það. Guð elskar okkur svo mikið að það særir hann að sjá okkur skaða okkur. Og þegar að fólk tengist í gegnum kynlíf, þá er nándin svo mikil að ef við hleypum einhverjum þarna að okkur, að það verður svo mikill skaði ef það er einhver sem reynist ekki traustsins verður. Það er svo mikill skaði að hleypa einhverjum að sér sem er ekki traustsins verður og er ekki tilbúinn að vera heilsugar gefin okkur. Maður á ekki að hleypa einhvern þarna inn nema það sé einhver sem er tilbúinn að leggja í rauninni, má segja, líf sitt að veði, eða gefa líf sitt í þennan sáttmála. Kynlíf er jafnvel meira andlegt en það er líkamlegt, myndi ég segja. Kynlíf það er eiginlega með því andlegra sem við lesum öll önnur synd, segir Páll. Öll önnur synd er fyrir utan líkamann. Öll önnur synd er fyrir utan hið heilaga. Öll önnur synd er fyrir utan helgidóminn. Í kynlífinu, þegar fólk tengist, þá er opnað inn á eitthvað sem er heilagt. Það verður einhver tenging sem verður hvergi annar staðar og er algjörlega einstök. Og þess vegna er það svo mikill skaði hvernig þjóðfélagið okkar er búið að presentera kynlíf. Og það kom heil kynslóð, ég man ekki alveg hvað kynslóð mín er kölluð, þannig að ég kölluð þúsaldar kynslóðin eitthvað, millennial eitthvað. Kynslóð dagsins í dag er kölluð klámkynslóðin. Það er ekki pínu ömurlegt. Bara rosalega vott ykkur samúð mína, krakkar. Það er bara í alvörinni. Bara það sem að bara auglýsingar eru bara ótrúlega grófar, sjónvarpsþættir eru ótrúlega grófir, það er allt ótrúlega gróft. Það er allt orðið svona, þetta er svona, og mér finnst það bara svo ljótt. Það er svo mikill ljótleiki að það kynlíf á að vera svo fallegt. Og það er eiginlega svolítið málið með kynlíf og ég lendi rosalega mikið í þessu að ég er alltaf að tala í fólk um þetta, að við erum svo kynvæddu þjóðfélagi að fólk finnur, og það er svo mikið verið að ýta undir þetta hjá fólki. Það er svo mikið verið að ýta undir það að ef þú ekki ert búin að sofa hjá einhverjum, þá er eitthvað að þér, þá ertu búin að missa af, þá ertu pínu ömurlegur, þá ertu ekki töff allana, þá ertu ekki inn og þá ertu ekki það eftirsóknarverður, eitthvað svoleiðis. Það er alls konar svona. Að ég lendi bara mjög oft í því að ég er að tala við fólk sem er jafnvel alið upp í kirkju, fólk sem þekkir Biblíuna, fólk sem er fengið kennslu, rosalega mikið að þú skalt ekki kennslu gegnum allt lífið, en það getur samt ekki beðið fram að hjónabandi með að byrja að sofa saman. Og því finnst það eiginlega, þegar ég fer að tala það eiginlega hlæra þetta getur þetta enginn, þetta er ekki hægt. Jú, það er reyndar hægt. það er bara vel hægt og það tekst mörgum það. Og fólk finnur jafnvel fáránleg biblíuvers til að réttlæta. Það er eitt þess líka fyrir Korinthubréfi. Ef maður býr við heitni sinni, telur sig ekki að búið vansalaust með heitni sinni, þá gerir hann sem hann vill, giftist þau. Og ég veit ekki alveg hvernig það gerðist. Það virðist að vera heil kynslóð af krökkum í kirkjunni minni sem skilur þetta vers sem svo að fólk má gera sem það vill svo lengi sem það giftist á endanum. Það er svona fjárhæðuspil, að þetta er alltaf lagi, við eiginlega sofa saman eins lengi við viljið, svo lengi sem ég giftist á endan. Og maður bara, nei, þarna var fólk sem að leit, það var svo mikil tvíhyggja, það var annars vegar þeir sem sögðu, ég get gert hvað sem ég vil, það snertir ekki anda minn, og
hinir sögðu, ég er svo andlegur að ég ger ekki neitt af þessu. Það er synd að giftast, það er svo óandlegt, ég er svo yfir það hafinn. Og þá var Páll að segja, nei, bara ef að þú telur þig ekki geta lifað einn, þá skaltu giftast, það er ekki synd. Það er það sem versið þýðir. En þegar hann talar svo kynlíf, þá er það þetta að þetta er þessi andlega tenging sem er svo náin og er svo sterk. Og þess vegna er það sem að óábyrgt kynlíf eða skaðlegt kynlíf, það er svo rosalega skaðlegt. Og þess vegna er það, þegar fólk hefur orðið sérstaklega fyrir eitthvað svona brotið þarna, þegar þau eru brotið á því, að þá er það svo djúpt, það ristir svo svakalega djúpt. Og af hverju skyldi það vera? Það er því að við erum ekki dýr. Þetta er bara miklu meira en einhver líkamleg athöfn. Þetta er andlegt og þetta tengist, þetta snertir innstu bara veru sálarinnar, þetta snertir helgidóminn. Þetta er heilagt. Og þess vegna er kynlíf líka svo fallegt að þetta er svo náið og þetta er svo mikið traust og þetta er svo mikið nánd og þarna er fólk það fær fólk að ganga inn í helgidóm hvers annars. Kynlíf er frá Guði. Það er gott, það er fallegt og það er heilagt, það er blessað af Guði. Við lifum hins vegar í föllnum heimi og þurfum þess að gæta okkar að smitast ekki af, óhreinum viðhorfum eða vondum viðhorfum. Og það er mikilvægt að tala hvað kynlíf er og til hvers það er í staðinn fyrir að tala bara allt sem er bannað. Það er svona eiginlega, svo ég súmir þetta, ég hugsa ekki hvað ég geta sparað eitthvað mikið tíma, ég bara sagt þetta í byrjun. En mér langar að enda að bjóða upp á spurningar, ef þið hafið einhverjar, ef einhver þorir. Skora á einhverju að spyrja. Og ég eiginlega með pínu samviskupið, við hlupum svo hratt yfir sköpunarsöguna, ljóðin. Þetta er rosalega mikið kannski efni sett í þyknisform. En ef þið hafið spurningar eða komment, þá er það velkomið. Já? Ég hef oft verið að hugsa það og mér langar að spyrja þau sem forstöðumann. Þú talar að það sé ekki, að ég ekki verið kynning fyrir það. Já. Hvenær hjónaband? Er það þegar maður fær vottorðið í hendurnar eða er það þegar maður heitir einhverjum samband? Ég hef alltaf skilið þetta þannig að í Biblíunni hjónabandi er sáttmáli í mínum huga og sáttmáli er alltaf gerður í votta viðvist. Þannig að sáttmáli er einhvers konar opinber yfirlýsing í votta viðvist þar sem fólk heitir hvert öðru, eða gefst hvert öðru. Og það er eiginlega mín skilgreining og ég veit að stundum fyrir mér, það er stundum, ég veit ekki hvernig að segja það, fólk fyrir hálfgerðan svona skilgreiningaleik og ég stundum fer það, þó að það sé ekki mínu eðli, þá stundum fer ég hlutverk leiðilegursins og bara svona pressa svolítið fólk ok, ef þið vilja heitast hvert öðru, af hverju viljið það ekki bara giftast? Og stundum er fólk að veislan þarf að vera ákveðið stór eða það er dýrt eða eitthvað svona sem fyrir mér er bara eitthvað bla. Bara er ykkar samband ekki mikilvægara en hvort veislan er stór. En ég veit hins vegar alveg því ég hef alveg þessi umræða hefur svona komið upp hvað er hjónaband? Og þá benda menn, ég ætlum að myndi benda á þegar Guð leiðir saman manninn og konuna að þá gefur hann þau saman. Þetta er eiginlega þetta er svona sáttmála, þetta hefur yfirbragð sáttmálagjörðar. Þannig að það virðist svo mikið vera samhengið fyrir mér, ég sé það alls staðar í Biblíunni og eins og í Malaki held ég hafi verið að þá spyr Guð byrju sáttmálinn sem þú gerðir við að heit með þín eða svoleiðis, var það ekki sáttmálinn við mig? Þannig að það er alltaf sáttmáli sem er gerður. Og það er kannski, fyrir mér, það er svona skilgreining hjá mér. Það er gert í votta viðvist, sáttmáli, frammi fyrir augliti Guðs, þar sem fólk gefst hvert öðru. Það er svona, já. En síðan kemur, ef við ætlum að fara alveg út í þetta, í okkar þjóðfélagi, það kannski þekktist ekki svo mikið að dögum Biblíunnar, að fólk kannski bjó saman, á Íslandi held ég að fólk býr yfirleitt saman í 10 ár, eignast 3 börn og hund og giftir sig svo. og það finnst mér, það bjagar fyrir mér, finnst það svo bjaga viðhorf á Íslandi og ég
ég hef lent í að spyrja spurningar og þá er fólk að beina sko einhverjum svörum til mín sem að ég, bara einhver málstað sem þú ert ekki að standa yfir það málstað, bara svo það sé á hreinu. Að ég hef svo lent í, kona mín var vitnað því hún var einhvers staðar og það var stelpa að segja frá því að hún og kærastinn hennar sem að voru sko farin að búa saman og þau voru farin að safna saman stelli. Og þá var ein sem að var í sambúð með kærastunum sínum og komin sko 6 mánaða leið og alveg sko, eða 7 mánuði og var með svona mjög áberandi ólétt sem bara stóð upp og barði borðið bara þú veist, hvað ert að gera kona? Þú ert allt og ung. Gerðu grein fyrir hvað þetta er mikil skuldbinding. Að vera að fara að safna stelli. En hún var komin 7 mánaða leið. Og það var ekki skuldbinding sko, það var ekki skuldbinding. Að fara að safna stelli saman. Það var allt og langt gengið. Þú getur alveg bara gift þig. Og fyrir mér er það, þess að ég skil það ekki. Það er ekki skuldbinding að eignast barn á Íslandi. Það er ekki skuldbinding. Það er bara, ég skil þetta ekki. Fyrir mér þetta er svona, en allt í lagi. Ég myndi segja, og ég er kannski svona íhaldsamur og gamaldags og allt þetta, mér finnst bara, það er bara einfaldara, bara skilgreinum þetta bara sem sáttmála og hann er í votta viðurvist. En ég veit að það er til fólk sem er ósammála mér. Ég er ekki ósammála, sko. Nei, ég hef átt þetta samtal og ég bara raun að segja að ég er ekki alvitur og það er fólk sem er mjög klárt og hefur ýmis rök fyrir máli sínu en ég bara þetta er mín afstæð, ég hef svona tekið þetta og mér finnst það einhvern veginn í samhengi Biblíunnar mér finnst alltaf vera, að ég hef svona sagt til fólk, mér finnst alltaf sko ef þú þarft að fara að finna eitthvað sem er gefið í skyn í textanum eða mögulega má, þá finnst mér fólk alltaf vera komin á hálan ís. En þetta er svona í dag, ég upplifði þetta, ég fæ þetta oftar í dag. Erum við ekki gift í augum Guðs? En ég get bara sagt fólki að það sem ég sé í Biblíunni, það er, og ég veit til þess að ég veit ekki dæmi þess, að fólk hafi látið gifta sig í votta viðurvist, en ekki skrifandi pappíra til að geta verið skráð með sitt hvort heimilisfangið og það var eitthvað svona skattafix. Ég veit ekki, sko, ég er ekki að segja Guð bless ekki það hjónaband, en Guð blessar ekki það fyrirkomulag. Það er óheilbrigt, það er svik hérna í tabli, sko. Það er alls konar svona, mér finnst bara þetta, ég upplifði það sem bara mjög hundakunstir. Bara gerum þetta eða gerum þetta ekki. Og alveg eins með hitt, sko, fólk getur alveg fara út í náttúruna og heitið sér, sko, en ég enda að spyrja, sko, af hverju við ekki gera það í votta viðurvist? Ef hitt er hægt, það er kannski ekki trúað, já, algjörlega, sko, og ég meina, já. Og ég svo sem er kannski mest að hafa áhyggjur af þeim sem að vilja fylgja Jesú Kristi. Ég er rauninni, sko, hvað aðrir gera, ég veit ekki. Ég hef svolítið svona einhvern veginn, en ég skil ég skil alveg, sko. Og mér finnst að vera, Guð getur best farað því. Fleiri spurningar eða komment? Ef ekki, þið máðu alveg skjöldum, bara ef ekki þá þakka ég kærlega fyrir, bara gaman að fá að koma og vera með ykkur. Ég vona að þetta hafi, ég er svona alltaf mjög ágjörð að maður hafi farið og frætt yfir sögu eða eitthvað sé óútskýrt eða eitthvað, en vona að þetta hafi verið gagnlegt og skemmtilegt og já, vonandi fáum bara, ég trúi að sé svo mikilvægt að hafa heilbrigt viðhorf til bæði hver Guð er, hvers eðlis sköpunin er, hvers eðlis bara lífið er. Guð er miklu betri en flest okkar eigum von á. Við getum skilið. Já. Af hverju er það að breyta þessu? Breyta hverju? Að við tölum kynlíf að það sé óslega vandræðalegt. Já, ég held að það sé að því að einhvers staðar á leiðinni að þá fórum við að trúa því, sko, að fólk ruglar oft saman. Hvað er frá Guði og hvað er bara menning? Og ég held að fyrir okkur mennina, við bara erum oft á takmörku í skilningi. Við sjáum ekki heildarmyndina. Þannig að menn fóru að aðgreina bara hvað er andlegt og hvað er líkamlegt. Og þeir einhvern veginn ákváðu, ég held þessi bara mannlegar ákvarðanir. Þeir bara ákváðu, það er andlegra að fasta en að borða góðan mat. Það er andlegra að halda sig frá kynlífi en að stunda kynlíf. Og það er einhvern veginn þetta svona, allt sem er jákvætt eða gott, allt sem lætur því líða vel, það er einhvern veginn óæðra. Og það kemur ekki úr Biblíunni. Það er bara, já, grísk heimspeki fyrst og fremst, myndi ég segja. Og kirkjan tók svolítið mikið upp af grískri heimspeki. Af því að kirkjan var að reyna að tala til fólks, og við svo sem gerum þetta í dag, við notum vísindi, ef þú vilt svona tala til nútímamannsins, þá
þú þarft að geta talað svona svolítið aðeins um vísindin eða talað um staðhæfingar nútímans. Að til að geta talað til síns samtíma þá fóruð að nota svona sama tungumál og grískir heimspekingar og einhvern veginn komst það bara inn í kirkjuna og við einhvern veginn föttuðum aldrei að þetta var eitthvað sem við þurftum að losa okkur við. Að þetta og ég held að það sé bara að þetta samrýmist svo mikið svona mannlegri hugsun. Við viljum hólfa allt niður, veist. Ég get verið kristinn á sunnudögum en fólk kannski aðskilur trúarlífið og síðan sko vinnuna eða skólan eða íþróttir eða það er svona aðskilur allt. Og það var einhver sem var bók sem við vorum að tala um í kirkjunni okkur um daginn og það var einhver sem benti á sko ef einhver hefði spurt Jesús, hvernig gengur andlega lífið þitt? Bara ég held að Jesús hefði bara hvað meinarðu? Bara á ég eitthvað andlegt líf og svo eitthvað annað líf? Lifið eitthvað mörgum lífum? Bara allt lífið er andlegt sko. En hjá í þessari grísku hugsun þá var allt í hólfum, allt aðskiljanlegt. Og ég held að það sé svolítið bara það. Og kirkjan einhvern veginn hélt þessu meðan heimurinn losaði sig við það. Stundum gerum við það. Tökum eitthvað drasl frá heiminum og höldum svo í það. Þegar heimurinn losaði sig við það. Hvað rugl er það? Já. Kaþólikkarnir halda þetta sem sakramenti, ekki satt? Jú. Og þeir eru ennþá með svo skírlífið fyrir prestana. Það skírlífið hjá prestum. Og svona nunnum og munkum. Og það var svolítið áhugavert, þetta er mjög random. Ég var að tala við mann sem er orthodox og hann var að segja hjá þeim er það þannig að þú mátt ekki stunda kynlíf kvöldið áður en þú brýtur brauðið. Þannig að þú ert að fara að stýra altarisgöngu, þá máttu ekki hafa stunda kynlíf daginn áður. En svo þegar kaþólska kirkjan tók það upp að það er altarisganga hverjum degi, þá er nú spurning sko, er hægt að leyfa þeim að gifta sig? Og þetta var hans útskýring og ég hafði bara aldrei heyrt því já, þetta ég þarf að spyrja eitthvað. Síðustu sekúndum fyrir. Já, hvernig virkar það? Er það fyrir miðnætti? Nei. Og mér finnst það var sem mjög áhugaverð skýring. En þá er spurningin getnaðarvarnir. Nú banna þeir getnaðarvarnir. Já, jú. Fóstureyðingar líka. Já. Og ég held að Hvað eru getnaðarvarnir í kirkjunni? sko það er talað um það, sko fólk vissi hvernig börnin eru til og það var alveg talað um að fólk fann einhverja leiðir til þess að svona minnka líkurnar á getnaði. Ég veit ekki alveg hverða það hafa verið en svona fólk vissi það einhvern veginn. En ég held að Biblían tala lítið um getnaðarvarnir sem slíkar en þetta byggir svolítið þessum skilningi sko, er kynlíf eingöngu til að eignast börn? Er það eingöngu til þess? Ég bara held að það sé ekki þannig. Ég held að kynlíf sé miklu meira. Ég held að ef það væri eingöngu til að eignast börn þá væri þetta miklu frekar bara eins og, já, ég veit ekki, bara þú getur plantað einhverju tré eða eitthvað. Það gerist ekkert meira en þú plantaði tré. En kynlíf sko tengir fólk saman og það er þessi nána tengsl, það er svo miklu meira, miklu meira. Og ég held að í dag bara, ég get ekki séð hvað er rangt við getnaðarvarnir. En ég held að sé að þú hefur þetta viðhorf að kynlíf sé yfir höfuð frekar slæmt, lögleitur hórdómur og svo ert þú bara farin að gera þetta því þetta er gamans. Þetta er eitthvað svona óþurftaverk ef þú þarft að eignast börn og þú bara lætur þetta yfir þig ganga að þá átt þú ekki að vera að gera það nema til að ná því marki. Ég held að hljóti vera þessi hugsun. Já, ég talaði manninn af þessu liti til öðru og erfi dýrunum sko, af því að þau gera það bara í þessum tilgangi. Já. Það fjölgar sig nema er ekki vísindin að segja höfrungar njóti kynlífs undan þess að vera bara fjölgar. Já, ég veit ekki hvort að það var niðurst einhverja viðtala. Já, ég hef heyrt þetta líka með höfrunguna sko. Ég hef heyrt þetta líka og ég veit ekki, einhvern veginn finna menn þetta út, ég veit það ekki. En ég hef heyrt þetta með höfrunga sko. En ég held að sé þetta hljóti að vera hugsunin. Ég hef alltaf ekki heyrt neina aðra kirkjudeild en kaþólsku kirkjuna sem talar gegn þessu og það er þá mikið út af þessum svona fjölskyldu, að kynlíf sé til getnaðar. Og þá gefur ykkur undanþága um daginn í svona kirkjulega samhengi og það kannski fyrir 20 árum að það var sagt sko að fólki væri heimilt að stunda kynlíf á þeim tíma mánaðarins sem væri ólíklegast að konan eignaðist barn eða yrði ófrísk.
svona daga, það var eitthvað svona heimilt, en aðrar getnaðarvarnir ekki pilluna, ekki smaka. En fyrir mér þetta bara einhvern veginn sko, bara við búum í mjög þróðum samfélögum og við erum að vera góðir ráðsmenn alls. Bara ég ekki viss að ég gæti 7 börn og haldi geði eða þú veist ekki fara á hausinn. Bara ég held að vera bara óskynsamlegt. Þannig að mér finnst það bara mjög eðlilegt að fólk sýni visku og ráðdeild í þessu málaflokki eins og öðrum. Þannig að en ég get ekki séð sér neitt að getnaðarvörnum. En ég held að þetta hljóti að vera svona þetta viðhorf sem geti þetta af sér. Svo eru sumir sem segja að sé skortur á trú að nota getnaðarvarnir. Man er bara að treysta Guði. Guð bara raði börnunum eins og hann vill. Nei, en ég meina það töluð umræðan bara á Íslandi meðal kristinna sko að banna fóstureyðingar. Já, mér finnst fóstureyðingar vera svolítið annað. Sko, fyrir mér finnst fóstureyðing ekki vera getnaðarvörn. Sko. Mér finnst fóstureyðing vera svona, og ég er mjög íhaldsamur þar sko, fyrir mér er þetta svona af því að getnaðarvarnir eru aðgengilegar. Af því að bara þegar ég var 12 ára, þá kom kennarinn inn í skólastofuna mína, ég ætla að segja hvað kennarinn mín gerði þegar ég var 12 ára, og það var með kassa með sko öllum útgáfum af fáanlegum getnaðarvörnum. Og það var bara útskýrt hvernig það var notað, svo var komið inn í stofuna með frauðplasttippi og allir fengu smokk og átt að setja á. Þetta var bara eitthvað vandrarlegt sem ég hef upplifað. Og þetta var mjög mikilvæg kennslustund. Og svo voru kennararnir rosalega móðgæðir að við vorum eitthvað að fíblast með þessi kennslugögn. Fannst þetta bara mjög ekki við hæfi. Og maður bara, þið komið með þetta hingað inn. Ég hef greinilega mjög framsæknum skóla. Ég hélt að þetta hefði verið gert í öllum skólum, en svo var ég að segja einhverjum þetta í menntaskóla, þau bara, fannst þetta bara, hvað? Og ímyndið ykkur að vinna í verksmiðjunni sem framleiðir þetta, bara milljónir frauðplöst. En mér finnst þetta svona mjög frumleg hugmynd, kom með þetta. Þess vegna finnst mér þetta að vera líka, sko, að því við búum í þessu þjóðfélagi, sko, að það fullorðið fólk, svona, og nú er ég ekki að tala sko, fólk talar oft svona extreme tilfellin, og sko, ef við látum það vera, sko, það eru 1900 og eitthvað fóstureyðingar á Íslandi á ári, á móti 4000 fæðingum. Ég bara trúi því ekki á Íslandi sé svo mikil fátækt, eða svo mikil glæpatíðni, eða svo, að það þurfi í alvörunni 1000, sko, meðan að fullorðið fólk sem veit hvernig börnin vera til, hefur aðgang getnaðarvörnum. Fyrir mér er þetta bara einhvern veginn, mér finnst þetta að vera vanvirðing við lífið. Og mér finnst þetta að vera, og líka þetta sko, ég veit, og það er kannski ljótt að segja á dómhart, en mér finnst það líka ákveðið ábyrgðarleysi. Bara fullorðið fólk ábyrgða gerðum sínum. En ég hef þessi líka afleiðing af sko kynlífi utan bara sambanda. Fólk er bara eiga, það er engin grundvöllur til að alveg þetta barn. Og þá bara ákveðið að eyða því. Já, svo er náttúrulega líka ákveðin tvískilningur í þessu sko. Já. Já. Og þá var það á því dómsmál og lögreglumál. Já. En ef hún hefði 6 mánuðum áður hittað sko, Já. þá hefði það verið lögreglumál. Já. Þetta ákveðin tvískilning. Það er það sko, og líka það sem ég finnst svo sorglegt að sko, kannski sögum byggingunni, að þá verið að framkvæma aðgerð til að bjarga lífi sko, barns á sama tíma og sko, er verið að taka barn sem er algjörlega heilbrigt í móðurlífi og deyða það. Og það er kannski ekki mikill aldursmunur á þeim. Og fyrir mér, ég bara næ ekki alveg utan þetta, sko. Bara hérna er lífið heilagt, hérna er þetta ekki einu sinni líf. Þannig að sú umræða, sko, ég er hérna, bara, sérstaklega eftir ég eignaðist sjálfur börn, þá eiginlega hef ég orðið svona ennþá, og fylgst með þessu bara, hvað þetta er mikil, ég upplifi bara tengingu við börnin áður en þau fæðast, finnst mér, sko. Að það finnst maður að vera svo ljótt. En ég tengi fóstureyðingar ekki við getnaðarvarnir, sko. Mér finnst fóstureyðing vera svona inngrip eftir á. Þegar ég var miklu meiri svona fundamentalisti þegar ég var unglingur, en það eru unglingar oft svarthvítari, og ég lét einu sem einhver mjög hörð orð falla þegar ég var í unglingadeild fóstureyðingar. Og það var ein stelpa í bekknum sem brást, mér finnst það vera svona frekar ýkt viðbrögð, ég er bara róið eitthvað stelpur í það, ég var eitthvað hérna, sko, skildi ekki þessi ýktu viðbrögð. Og þá komst ég að því, sko, eftir á, að hún hafði farið í, sko, ég man ekki hvað var margar fóstureyðingar, að hún til kærasta sem var 20 og hann vildi ekki nota getnaðarvarnir.
Og hún gat ekki farið á pilluna, af því að þá hún var undir lögaldri og þá yrði mamma hennar að vita það. Þannig hún bara í fóstureyðingar. Hún gat það á þess að mamma hennar frétti það. Bara hvað hún getur ekki að fara á pilluna á þess að mamma hennar frétti það, en hún getur að fara í fóstureyðingu. Og hún brást, og þá núna dauðs ég eftir, nú bara, en þetta var Ísland fyrir 20 árum eða eitthvað. Þannig að þetta alveg veruleiki, Ísland á líka heimsmet í klamydíusmitum. Við erum alls konar heimsmet sem við erum ekki stolt af. Þurfum ekki að, segir manni bara hvað þetta nú sorglegt ástand, En já. Fleiri spurningar? Já. Já, bæði þetta eins og í fyrra Korinthubréfi, og það er eitt af þessu sem að Biblían segir, ég er alltaf svo hræddur að fólk upplifir sig að vera óslega leiðilegur eða svona hrokafullur ef ég segi eitthvað, ég meina þetta, ég tek oft svona ýkt dæmi og ég á þetta samtal nokkuð sinnum og ég benda ég hef hvergi fundið í Biblíunni hver er sagt að við að anda okkur súrefni. Það er svo sjálfsagt að það er ekki að segja það. Og það frekar í Biblíunni, það er alltaf talað það þegar fólk fer aðra leið, að þá verður útskýra, þá talað það. En svo er sagt, í fyrra Korinthubréfi 7. kafla, þá er hann að tala hjónabandið eða samlífi, til þess að forðast saurlífi, kynlíf utan hjónabands, eða svoleiðis, hafi hver karlmaður sína eiginkonu og hver kona sinn eiginmann. Og hann er að tala við kirkju sem að fólk var að efast að það væri sniðugt að gifta sig. Það var ekki nógu andlegt, Jesús er sem er að koma aftur og eitthvað svona bla. En hann er að segja, við erum samt sköpuð með kynhvöt og ef að löngun, og ef að þú finnur, það er betra að ganga í hjónaband og hafa þetta heilbrigða umhverfi, það sem kynlífið á heima, heldur en að vera þá að falla í synd. Þannig að mér finnst bara þetta vers eitt og sér, hann segir ef að þú vilt stunda kynlíf, þá hefur Guð gefið hjónabandið. Mér finnst þetta vers segja það frekar skýrt. Og síðan, meira sér að lest áfram og þá segir hann að það sé bara karlmaðurinn gæti skyldu sinnar gagnvart konunni. Og sömulegis konan gagnvart manninum. Það segir ekki yfir konan valdi yfir eigin líkama heldur karlmaðurinn, sömulegis hefur karlmaðurinn ekki valdi yfir eigin líkama heldur konan. Og hann útskýrir bara að kynlíf er eðlilegt innan hjónabands. Og svo segir hann þeir sem eru ógiftir og vilja vera það áfram eða komið í 9. vers, hafið þau ekki taumhald á sjálfum sér, þá gangi þau í hjónaband, því að betra er að ganga í hjónaband en brenna af gint. Mér finnst þetta svo bara augljóst, hann gengur þessum gefnum hlut að kynlíf eigi eingöngu að vera innan hjónabands. Og það sama með Gamla testamentið. Gamla testamentið talar, það er mjög skýrt þar að fólk á að vera óspjallað þegar það gengur í hjónaband. Það er talað það, og alls þar sem myndmálið er notað, myndmálið hjónaband. Guð notar það mikið Ísrael í Gamla testamentinu, það er mikið notað kirkjuna í því nýja. Það er rosalega mikið talað að brúður skarta fyrir manni sínum og hún er alltaf þá hrein, ósnortin, og það er mjög augljóst að hún er mey. Það er alveg, þannig að þetta er eitt af því sem að þegar stendur ekki í Biblíunni, þú skalt ekki stunda kynlíf fyrir hjónaband, að þá er það mikil freisting að segja, kannski er það bara hefð. Já, mér finnst þetta vers vera eitt af því sem er það er eiginlega staðvarða fyrir mann. Það er betra að ganga í hjónaband en brenna gint, af því að hjónaband kynlíf var bara heima þar innan. En það finnst mér vera eitt af versunum. Og það er líka þessi, mér finnst, öðrum finnst ekki að mikið af mér, en mér finnst versið þetta helgidóminn, að líkaminn, mustriðinn er helgidómur heilags anda. Mér finnst það tala mjög skýrt þetta, eða mér finnst það vera mjög sterkt myndmál þetta. En flestum finnst það ekki nógu skýrt, mér finnst það hins vegar. En það eru nokkuð svona vers. Svarar þetta, já, excellent. Þá þakka ég kærlega fyrir áheyrnina og bara, já, Guð gefi ykkur gott kvöld og góða ferð heim. Já, takk fyrir.